Talandi matarborðið, við höfum fengið fyrirspurn frá manni sem að breyta lífstíl. Af hverju hið holla miklu dýrara en hið óholla? Já, þetta getur tekið á budduna að skipta lífstíl og fara úr óhollu sukkfæði yfir í hollustuna. Það ekki verið sagt að fyrirförum við ekki að sjá það að fólk borði svona yfirleitt allir borði hollt fyrir en að það sé eitthvað jafnaðarmerki milli þessum hollt og óhollt. Já, tengjum okkur við Matthís Steinar Albjörnsson á línunni, sæll. Sælir. Þú hefur nú verið að skoða þessi mál svolítið. Já, ég hef ákveðna skoðun á þessu og ég held að menn verða líta á máli frá mörgum hliðum. Það náttúrulega örugglega eins og með margt annað marg þáttaskýringar sem að á bakvið af því það sem manni finnst vera hátt vöruverð og hollust og ég viðurkenni það til dæmis þegar maður fer út í búð eins og í Krónunni eða Bónus að kaupa til dæmis öskju af berjum sem er haldið að okkur sem hollum og góðum vörum, það hátt andóksonargildi og svona í flestum berjum. Þá erum við að tala 600-700 kall og þetta alltaf mikið. Kílóið? Já, menn bara askjan. Já, þannig að þetta alltaf mikið. En ég held að það margt sem gerir það verkum að þetta sumarvöru allan að háa. Til dæmis ef við kaupum okkur eitt banana og berum það sama við verða á stóru Snickers, þá náttúrulega hefur bananin vitningin hvað næringargildi og verð. Þannig að þetta ekki alltaf þannig að þetta sé dýrara hollustan en það bara þannig að sem dæmi að þá bara millistéttin í heiminum, hún að vaksa og ég sá einhverstað tölur að millistéttin væri núna í kringu 700 milljónir á heimsvísu en verður bara í Asíu einni eftir 30 ár verður þá rétt rúmið 3 milljarðar þannig að verðlag á vörum að hækka fyrst og fremst vegna aukinnar eftirspurnar en svo líka önnur atriði til dæmis eins og þegar hafið tekið eftir þegar farið í búðir þá yfirleitt, þetta reyndar ekki allar búðir en flestar þá ofta tíðum vörurna sem eru svona hollustu vörur, til dæmis lífræntræktar og svona, þær eru settar saman á gangana, ekki satt. Og það gerir það verkum að maður tapar svolítið verðskinni. Þá þetta að hafa vörurnar allar dýrari heldur en annars staðar í búðinni. Þannig að þú myndir setja til dæmis holla vöru úr svona heilsuganginum, þar sem að allar aðrar venjulegar vörur sambærilegar eru, þá sem sagt hægt að hafa þetta hærra verð á þeim þegar þær eru svona settar saman í hollustu gangin. Ef þær eru settar síðan meðal almennra vara, þá væri það svo miklu greinilegra að þær væru dýrari þessu hollustu vörur og því myndi pressan verða miklu meiri að lækka verði. Já, það sem þessi maður bent okkur á meðal annars munur á brauði. Tökum við til dæmis bara franskbrauð og síðan speltbrauð. Já, ég held að það geti líka verið, við megum náttúrulega ekki gleyma því að þegar við erum komin yfir í dýrari framleiðslu á vörum, þá mjög líklegt að það sé nota dýrara hráefni til framleiðslunar. Til dæmis eins og ef við tökum keks og þá ofta tíðum nota kannski ódýrari olíur í að búa til keks, heldur kannski eitthvað gæða hráefni. Þannig að það eru ákveðna skýringar, það eru margþættar og til dæmis það bara að hráefni sem notað í hollustu og heilsuvörur, það ofta tíðum dýrara. Svo má nefna líka dæmi bara úr lífrænni ræktun. Þær vörur, þó að það sé ekki alltaf hollustu vörur, það eru bara venjulegar vörur en það eru framleiddar með ákveðnum hætti, að þá til dæmis kostnaður við að halda lífrænt bú, hann meiri heldur en á venjulegu búi vegna þess að dýrin þurfa meira pláss eða fá meira pláss í lífrænni ræktun og það ekki þjöstnæsins mikið á jarðveginum í lífrænni ræktun eins og oft á tíðum í svona almennri ræktun. Þannig að þetta á sér vissulega skýringar, eðlilega skýringar en líka kannski svona skýringar sem að ég held við getum sem samfélag fengið þá sem að bera ábyrgð á til þess að laga og það til dæmis það að bjóða almenna hollustuvöru og þá þetta náttúrulega gerist ekki með brauði en það gert svolítið upp á milli þessara hollustu og óhollustu vara í búðunum og ég held að því megi breyta. En svo hefur maður nú heyrt líka
það er kannski mýta en oft heyrði maður, ég veit ekki hvað það er í dag, það sem er hollt, það er vont á bragðið. Það sem er óhollt, þar er greinilega tilhöðunin að búa til eitthvað sætt eða gott eða ljúffengt eða skilur ég veit nú að eins og maður hefur verið sagt ef þú ætlar að fara út í grænt kallið minna, þá þarfst að gæða það viðunandi bragði. Já, setja við salati heilan helling af fetaosti og salatdressing og svona, já, auðvitað hefur maður að heyrt og í vissum tilfellum þá viðurkenni ég það sjálfur sem næringarfræðingur að mér veist til dæmis með salati betra að fá mér aðeins á einhverju olíu yfir það. En ég held, ef ég tek dæmi fyrir ykkur, ég hef aldrei verið sérstaklega hrifinn af ferskum tómötum. Ég kunna mjög vel að meta á þegar þeir hafa verið eldaðir, sérstaklega grillaðir. En nú, að því við erum að tala um framleiðslu, þá er íslensk framleiðsla, hún stendur mjög framalega hvað til dæmis ávist og grænmeti varðar og þau hjá Friðheimum, í uppsveitum Árnessýslu, að þau einmitt búa til tómata, piccolo-tómata, þar framleiða þau piccolo-tómata sem ég get borðað bara eins og salgæti. Já, það er... Þetta hef ég ekki geta gert áður með tómata og sýnir svo ekki verið umvilst að það er hægt að borða með góðri list og sem er gott á bragði sem er mjög hollt enda tómatar einstaklega hollir og góðir. Er það litlu tómatarnir? Já, það eru rosa... Já, þeir eru reyndar kallast piccolo-tómatar, þetta er ekki konfekttómatar, þeir eru rosa sætir og góðir. En þarna er bara dæmi, ég held að til dæmis svo foreldrar verði bara að vera duglegir og óhrættir við að kaupa mat í búðum sem að þeir kannski ekki endilega hafa áhuga á að prófa, en kaupa það samt til að leyfa börnunum sem ég að prófa, en þau geta haft bestu list á þessu og haft skinnfærin í það að borða þetta þó að foreldrarnir gera það ekki. Já, þessi litlu tómatar þeir eru á einum bæ veit ég kallaðir Smarties tómatar eru borðaðir sem slíkir. Já, þetta eru ótrúlega vinsælt, þetta er aðalega selt í Hagkaup og þetta er bara nánast ófáanlegt, maður það var slást við fólk nánast þegar þetta kemur í búðina til þess að fá eitthvað með sér heim. En öllum til lokin, Steinar, finnst þér að hið opinbera að gera eitthvað til þess að jafna þetta hlutfall? Það er að segja að slá af eða lækka verðið eða hvernig sem það minnka þennan mun? Já, tollarnir eru nú ekkert sérstaklega háir eftir því sem ég best veit á þessu til dæmis innflutna grænmeti og ávöxtum og ég held bara að sé margt hægt að gera og stjórnvöld eru þarna í lykilhlutverki. Ég sagði í viðtali hjá okkur daginn að stjórnvöld eiga að setja peninga í forvarnir og hluti af forvarnum er að kenna Íslendingum að ná með auðveldum hætti í hollustunum og ávist og grænmeti og það, ég myndi vilja sjá allan að hluta forvarnapenningum fari það að greiða niður vörur sem að allt vísindasamfélagið sammála að sé hollt og gott og svo er ýmislegt annað hægt að gera eins og að stuðla ennþá frekari uppbyggingu á þessum iðnaði, landbúnaði og við höfum sjálfbæra orku og við getum gert ýmsa hluti sem eru áhugaverðir bæði innanlands og erlendis og byggja upp þennan iðnað þannig að við verðum í lykil aðstöðu kannski eftir 50 ár í það að skaffa heiminum og okkur mat verið með fínt fæðu öryggi enn frekar heldur en núna og við getum leikið þetta lykil hlutverk bæði með mat og vatn. Já, Steinar, takk fyrir þetta. Takk sem þið.